Já, hún var mikil handavinna sem fór fram í Landsbankanum í dag. 182 milljarðar króna. 182.000 milljónir voru millifærðar þar í dag frá Novator til fyrrverandi hluthafa í Actavis á mannamáli stærstu einstöku viðskipti Íslandssögunnar. En hvað verður þessa peninga? Við skoðum þetta ítarlega hér á eftir. Já, og Björgvin Guðni Sigurðsson viðskiptaráðherra situr fyrir svörum hér á eftir, meðal annars vegna þessara gríðarlegu viðskipta, gangsins í viðskiptalífinu og kannski ekki síður orkugeirans. En við hefðum Ísland í dag á kafi í peningum. Greiðslurnar til hluthafa Actavis eru einstæmi í heiminum. Því líklega hefur aldrei jafnstórt hlutfall af fjárlögum eins líkis verið greiddur út í reiðufé á einum og sama deginum. Kata og Sölvi kynntu sér málið. Þessir hluthafar sem að fá hana pening, heldur það viti allir af þessu? Heldur þetta eftir að koma þeim á óvart að fá allt inn einhver upphæð inn á bankareikningin sinn? Nei, ég reikna ekki með því. Eins og við höfum tilkynnt þá eru niðurstöðu tilboðsins þær að 99,66% hluthafa hafa samþykkt að selja okkur hlut sinn. Þannig að yfirgnæfandi meiri hluti hluthafa hefur tekið það ákvörðun og sent inn samþykki sitt. Jú, mér telst svo til að þetta sé einhver stærstu hlutabréfaviðskipti sem orðið hafa og það sem er meira, þannig ekki hlutabréfaskipti að ræða sem nú oft í fyrirtækjakaupum að þú greitt með hlutabréfum í öðrum fyrirtækjum eða fyrirtæki. Hérna fá menn greitt í reiðufé og það til útgreiðslu í dag. Þannig og fyrirtæki Actavis heyri sögunni til í kauphallinni. Það var sent afskráð í gær þannig að menn geta ekki leitað þangað til að selja bréfin sín þessi fáu sem eftir eru. Allir þessi milljarðar, þetta bara innspýtingin í íslenska hagkerfið. Þetta gífurleg innspýting og kannski menn gerir sér ekki alveg grein fyrir stærðin á þessu. Þetta hátt í 1/5 af fjárlögum íslenska ríkisins sem við erum að tala þannig og við getum nefnt að það séu 190 milljarðar sem fáist fyrir þessi bréf. Menn hafa nú eitthvað skuldað í þessum en eiga ekki allt sem hreina eign. En ég geti skotið á að þarna væri 140 til 150 milljarðar að ræða. Þetta fjármagn erlendu banka sem sýnir nú styrk Actavis og sýnir styrk Björgúls Tól sem aðtafnamans að hann fær lána fyrir þessu til að greiða þetta út. Og þessar evrur, þeim skipti yfir íslenska krónur. Og þetta hefur mikil áhrif hérna. Þetta hefur áhrif til styrkinga krónunar og var nú sterk fyrir. Ég held að við hefum ekki alveg þurft á því að halda að styrkja enn frekar. Þetta hefur áhrif líka á úrvalsvísitöluna að ekki menn stinga menn þessu miklu fjármagnum undir kottan. Hverjir eru það sem að fá þessa peninga? Það eru fyrst og fremst lífeyrissjóðir og fagfjárfestar sem standa fyrir stærstum hluta upphæðirnar en fjöldin eru einstaklingar. Og það eru rúmlega 4.000 einstaklingar sem eru að fá þarna samtals 20% af þessum pening. Meðal fjárhæðin 5 milljónir á mann. Og ef maður spyr sig að því hvað þessir einstaklingar gera svo við fjárhæðina, þá þetta lífeyrissjóðirnir með fjárfestingaramma og þar sem þetta var fjárfesting í íslensku hlutabréfum, þá má leiða líka með því að þeir fjárfesti áfram í íslensku hlutabréfum. Varðandi einstaklingana þá þetta sparnaðurinn þeirra, þannig að maður finnst skynsamlegast að þeir sitja áframhaldandi sparnað. Þess að spurning hvort að það verði peningar sem fara á íslenska hlutabréfamarkaðin eða í annars konar fjárfestingarkosti. Vitið þið eitthvað með þessi einstaklinga, þetta bara alls konar fólk eða þetta bara einhver sérstakur hópur? Ég myndi halda að þetta væri bara þverskurður af þjóðfélaginu nokkurn veginn. Þetta náttúrulega mjög margir einstaklingar og væntanlega margir sem hafa verið lengi inn í félaginu. Sennilega einhverju sem hafa verið að fjárfesta fyrir skattaskammti sinn fyrir einhverjum nokkrum árum síðan, þannig að ég myndi halda að þetta væri bara góður þverskurður af þjóðfélaginu. Allt þetta reiðufé, þú talar þetta skipta hlutabréf, menn ekkert að fara að kaupa sófasett fyrir þetta þannig að þetta kannski hefur engin áhrif á verðbólguna beint. Jú, eitthvað fer nú inn neyslu þegar þú færð allt í einu svona ágætan tékka sem margir hverjir og þarna eru hluthafar búin að vera með frá byrjun og við skulum ekki gleyma því að þetta eru einhver fyrstu fyrirtæki sem fóru á markað hérna. Lítið fyrirtæki sem hér Delta og Pharmaco sem að síðan breyttu nafn og varð Actavis og það eru margir búin að vera með þarna frá upphafi og hafa fengið gífurlega góða ávöxtun. Þannig að það má segja að það hafa margir verið að vinna í lottóinu núna. En við setjum þetta í svona stærra samhengi. Þekkist þetta einhvers staðar í heiminum að það sé verið þessi viðskipti og svona á einu bretti með 1/5 af fjárlögum viðkomandi ríkis? Nei, ég kannast ekki við slík dæmi. Þannig að þetta er svona einstæmi og þetta sýnir kannski stærðina hjá íslenskum fyrirtækjum, hvað þetta er orðin gífurlega stór fyrirtæki
Við sáum góða tölur frá Kaupþingi í dag í sambandi við hagnaði sem ógst 45%. 80% tekjum þess ágæta fyrirtækis koma erlendis frá. Ég myndi skjóta á 99% af fyrirtækjum Actavis koma erlendis frá. Þannig að það sem mjög jákvætt fyrir okkur að þessi fyrirtæki eru þó ennþá skrásett hérna eða staðsett hérna og borga mikla skatta hingað. Og ég vona Actavis verði það lengi, en hvað Björgólfur Thor síðan að gera við fyrirtæki, það er önnur saga. En þú ert nú gamall refur í þessu, þetta allt saman jákvætt eða ekkert hættulegt að þessi fyrirtæki sé orðið næstu stærri heldur en íslenska ríkið? Nei, ég sé ekkert neikvætt í sjálfu sér við þetta vegna þess að við erum að hasla okkur völl erlendis og stærstu hlutin af þessu tækjum og hagnaði myndast erlendis og sýnir að útrásin hefur gengið mjög vel. Kannski eina neikvæði sem ég sé við þetta mun Actavis á næstu árum hverfa úr íslenskri eigu. Mér finnst þetta mjög gott fyrirtæki, þetta annars stærsta samheitafyrirtæki í heimi. Hefur gert mjög góða hluti, margir Íslendingar sem starfa hjá því og ég vildi sem betur fer sjá það sem lengst í eigu Íslendinga. Það er svona rétt á lokum íslenska hagkerfið, þetta litla hagkerfið ræður alveg við svona lagar? Já, það ræður við svona laga. Það sem kannski neikvætt við þetta þessi styrking á íslensku krónunni, þessu miklu evru upphæðir sem streymi inn í hagkerfið þessa dagana. Að við höfum ekki alveg þörf fyrir það von á þennan niðurskurð í sjávarútveginum. En ef við setjum það í samhengi við þetta, þá menn að tala það niðurskurð kannski upp á 30 milljarða. Við erum að tala þannig kannski beina innspýtingu upp á 140 til 150 milljarða. Viðskiptum með hlutabréfin í Actavis í dag sýna betur en flest annað fleygiferðina sem íslenskt viðskiptalíf hefur verið á undanfarin misseri. En hversu lengi getur veislan haldið áfram og þessi þróun bara jákvæð? Og mögulegt að leysa á læðingi svipaða krafta í orkugeiranum? Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra sestur hjá Sölva. Velkomin. Takk fyrir það. Við byrjum bara á máli dagsins í viðskiptalífinu, þessi svakalegu viðskipti. Mér skilst að þetta sé nánast einsdæmi í heiminum að jafn stór hluti fjárlaga sé greiddur út í reiðufé. Þetta hefur svakalega áhrif bara hreinlega á gjaldmiðlinn og allt saman. Já, þetta hefur náttúrulega heilmikil áhrif á hagkerfið okkar og þetta svona til að átta sig á umfangi viðskiptana þá er markaðsverðmæti fyrirtækisins 300 milljarðar sem eru svona cirka 1 milljón á mann og hvern einast Íslending. Verðmæti viðskiptana allra eru talað 480 milljarðar, þannig að þetta eru gífurlega fjárhæðir sem við erum að sjá hérna. En þetta undirstrikar kannski fyrst og fremst þennan bullandi kraft sem í hinni svokölluðu útrás, sem útrás. Þetta eru mikil umsvif erlendis sem að fjármálafyrirtækin hafa. Súmerar þetta upp það sem búið að vera gerast í íslenska viðskiptalífi? Þetta súmerar svolítið upp svona inntak útrásarinnar. Að þarna þetta er íslensk fyrirtæki, íslenski stjórnendur að stýra risa fyrirtæki á heimsvísu. Þetta Actavis að ég held 4. stærsta samheitalyfjafyrirtæki í heiminum, mjög öflugt og mikið fyrirtæki og lyfjageirinn mikil vonargrein, það ofsalega aukning þar á framleiðsla á samheitalyfjum, mikil eftirspurn í Asíu og Afríku, Suður-Ameríku, eftirspurn og krafum ódýrari lyf í Vesturheimi líka. Þannig að þetta svona súmmerar svolítið upp útrásin á svona inntak hennar, hvað menn að gera, menn fóru út með peningana og mala þar mikið nauð og skapa mikil verðmæti með íslenskum stjórnendum. Ég heyri að þú talar frekar jákvætt þetta og menn gera það almennt, þegar menn eru afskaplega jákvæður út í þetta, en ekkert slæmt við að þessi einstöku fyrirtæki sé orðin bara jafn stór og ríkið líka? Nei, það voðalega erfitt að segja það í þessum nýja landamæralausa fjármálaheimi. Heimurinn okkar orðin að einu í sjálfu sér svæði, sjálfsögðu með öllum sínum blæbrigðum og þjóðríkjum og gjaldmiðlum og peningamálastefnum innan þeirra. En eins og hlutir hafa axlast eftir gerð EES-samningsins, eftir einkavæðingu fjármálafyrirtækjanna á sínum tíma, þá þetta tvennt gerði það verkum að þessi útrás fór af stað og þessi ofboðslega verðmætaaukning hefur átt sér stað innan þessara fyrirtækja og á vegum þessara fyrirtækja og þessara manna núna út allan heim. Þannig að, nei, ég held að sé ekki að segja það, en þetta náttúrulega gífurlega valdamikil fyrirtæki, þau náttúrulega fara mikil. Er ekki orðin ofvaldamikil? Já, á hvaða mælikvarða. Þetta eru náttúrulega alþjóðleg fyrirtæki, þannig að þau eru að keppa á heimsvísu þessi fyrirtæki, þannig að þau þurfa að vera stór og sterk, þannig að afl þeirra þarf að nýtast þannig, þannig að ég held að sé ekki hægt að segja það í sjálfu sér. En við þurfum eins og að taka
tillit til breyttara tíma og ég hef sérstaklega bent á það að við hljótum að þurfa að skoða í tímans rás til dæmis stöðu krónunar og gjaldmiðilsins í heimi sem að þróast í 4-5 myntsvæði hvort að krónan verið það 5 hjá 300.000 manna þjóð. Þannig að það er margt sem breytist með þessu. Það er kannski mörguleiti stóru hlutin í þessu, það er að segja að viðskipti eins og þessi á einum degi geta haft áhrif á gjaldmiðlinn okkar. Ræður þessi gjaldmiðl við þessi svakalega viðskipti? Það er það sem að við, bæði stjórnmálamennirnir og sérfræðingarnir á okkar vegum og okkar stofnana, hljótum að skoða sérstaklega hvað það er sem hefur áhrif á krónuna og hvernig hún stendur þetta allt af sér. Auðvitað hefur þetta rosalega áhrif á krónuna þegar svona viðskipti fara fram og mörg önnur sem eru í vændum á næstu árum ef að útrásin gengur áfram sem skyldi, sem ég er bullandi trú á hún gera, því að núna bara í fyrradag til dæmis voru Eimskip að undirrita samkomulag við Qingdao héraði í Kína sem er stærsta höfn í Kína byggingu að ég held stærstu frystigeymslu í allur Kína, þannig að það sem er stærstu viðskipti sem að Íslands fyrirtæki hefur átt í Kína, það eru margir á ferðinni núna. Ef þetta heldur svona áfram, endar ekki bara með við verðum að taka upp evru? Það er mín skoðun svo, að við þetta enda því að við munum taka upp evru og ég held að við eigum að stefni þá átt, en það er náttúrulega pólitísk umræða eftir að fara fram og það er miklu leyti í landinu, það er ólíkar skoðanir á milli stjórnmálaflokkana og stjórnarflokkana það, þannig að það er ekki á dagskrá þessarar ríkisstjórnar. Þetta er viðkvæmt mál á milli þessara tveggja flokka. Fyrrverandi viðskiptaráðherra nefndi það möguleika að taka upp evru án þess að gangi í Evrópusambandið. Er það eitthvað sem þú sér fyrir þér? Ég hef aldrei haft trú á því að það sé raunhæfur kostur. Ég held að hitt sé miklu eðlilegri leið ef og þegar. EES-samningurinn heldur alveg prýðilega núna, en ef við viljum fara alla leið og njóta þess ábata sem að gjaldmiðillinn gæti haft evran, ef að svo reynist, þá þurfum við að fara í Evrópusambandið til að taka hann upp, Ef við færum okkur aðeins við orðsviði, þetta er ein útrás og hún er heldur betur búin að vera mikil á síðustu árum. Annar geiri sem að menn eru svona aðeins farnir að gæla við að geta orðið útrás í er orkugeiri. Hver er þín skoðun varðandi það? Sérðu fyrir þér mikil tækifæri þar? Já, ég sé mikil tækifæri þar og iðnaðarráðuneytið og félagar mínir þar er að skoða þau mál sérstaklega núna og það var eins og einn útrásarmann að leta á eftir sér daginn að ef að útrás og umsvif orkufyrirtækjanna færi á stað með þeim krafti sem þau gætu farið á stað, þá yrði fjármála útrásin ekki nema svipur hjá sjóna því að hún yrði svo mikil. Og þá spyrir maður af hverju og svarið við því er það að það er svo mikil þekking og það er svo mikil reynsla í orkumálum á Íslandi að við getum orðið svo umsvifamiklir og gerandi erlendis ef að við náum að nota reynsluna og þekkinguna sem býr í skólanum hérna, býr í opinberu fyrirtækjunum sem að framleiða og selja orku og einhvern veginn tengt það sama við frumkvæðið og kraftin í einstaklingunum og einkafjármagninu, þá held ég að orkuútrásin gæti orðið mjög ævintýraleg og mjög hröðlík. En hvernig í ósköpunum er þetta að gera þá og jafnframt að halda sig við þessi klassísku jafnaðarmannagildi sem ég veit að þú vilt standa fyrir? Já, ég er mikill jafnaðarmaður. Þetta hljóma kannski meira eins og eitthvað hægri mannadal? Já, en það er náttúrulega galdurinn við jafnaðarstefnuna, hún saminar það besta á báðum heiminn, annars vegar raunverulegt viðskiptafrelsi og öfluga samkeppni þar sem að leikreglur á markaði stýra því að eðlilega sé framgengi og hins vegar öflugt velferðarkerfi og ég held að sé partur af grunngerð samfélagsins að skaffa almenningi örugt vatn og rafmagn á sem allra lægstu verði, nánast á kostnaði verði. Ég held að það sé partur af grunngerðinu og það á jafnaðarstefnan og jafnaðarmannaflokkurinn að standa vörðum. Hvað er þá hægt að hleypa einkaaðilum inn í þannig að geira án þess að það sé verið að einkavæða hluti sem er raska því? Í fyrsta lagi þarf að fara fram svona heildstæð umræðu fyrirkomulagið á orkufyrirtækjunum almennt. En það er hægt að koma því við, held ég, í þáttunum sem snúa að stóriðju, þáttunum sem snúa að fjárfestingum og umsvifum orkufyrirtækjanna erlendis. Þar held ég að sé mjög auðvelt að nýta kosti og taka inn og fá með í för einkaaðila, sem sagt þá sem að ráði yfir því fjármagni og hafa kraftin og frumkvæði til að sprengja þekkingun og reynsluna sem við eigum inn í svona dýnamíska útrás erlendis sem að gæti fært okkar litlu þjóð ævintýraleg verðmæti og mikil umsvif. Ég heyra þér að þú lítur á þetta sem mjög stórt tækifæri. Ég held að útrás orkufyrirtækjanna sé næsta risastóra tækifæri okkar Íslandinga og ég býð mjög spenntur eftir því að sjá þá vinnu sem að er í gangi hjá
iðnaðarráðuneytinu í þessu mál og hjá stjórnvöldum og það segir bókstaflega í stjórnarsáttmála Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks að við eigum að stöðla því að nýta útrásarkraftinn til að fara með orkuþekkinguna og orkureynnsluna á erlenda grundu og ég held að það geti orðið okkur verulegur ábætis og vægt sér til orða tekið og auðvitað náttúrulega komið líka mikil reynsla og þekking í þessi umsvif erlendis bæði gegnum fjármálafyrirtækin sem ég nefndi Eimskip áðan sem á mikilli siglingu núna erlendis og á eftir að vera mjög umsvifamikið víðum heim. Þannig að ég held að það sé allar forsendur til að ef við stöndum vel að því að undangengin ítarlegri umræðu fyrirkomulagið og orkufyrirtæki þannig að við tryggjum grunngerðina þannig að almannaveiturnar sé að sínu hlutverki og svo stóriðjuframleiðslan og framleiðslar sjálf og umsvifin erlendis séu með í för það eru tækifæri til að leysa og leiðingi krafta og fá fjármagn einkaaðila í för með það. Ef við förum aðeins í eitt sem heyrir svolítið undir þig sem hefur verið mikið umræðan og ekki fyrsta skipti, það er matvælaverðið. Það er bara alltaf hátt matvælaverðið. Þarf ekki að stíga fleiri skref til þess að lækka matvælaverð á Íslandi? Jó, stærsta skrefi sem væri hægt að stíga til að lækka matvælaverð væri að sækja aðild að Evrópusambandinu og gangi í það. Þá myndi verðlag sjálfsagt út af ýmsu sem að því fylgir lækka mjög til samræmis og það sem gerist í Evrópusambandslöndunum. En meðan við kjósum að standa fyrir utan þá og láta EES-samninginn duga sem að hefur skapað okkur mikil verðmæti og sóknarfæri líka, þá er þetta að gera ýmislegt annað. Virðisaukaskattur á matvæli var lækkaður í mars og nú er deilt hvað hann hafi skilað sér í miklu mæli til neytenda. Það er hægt að lækka tolla á innfluttum matvæli og það er hægt að gera ýmislegt þannig að stóra skrefið verður aldrei stigið fyrr en að við göngum í Evrópusambandið ef við gerum það einhvern tímann og hitt er einnig að sjálfsögðu að standa vörðum raunverulega samkeppni á smásölumarkaði þar sem að samskipti birgja og smásölu eru könnuð og svona þannig að og ég held að samkeppnin á matvælamarkaði sé að mörgu leyti að virka ágætlega. Þú átt fund með fulltrúum Alþýðusambandsins og fulltrúum neytendasamtakanna þegar ekki? Jú, við ætlum að funda núna fljótlega. Hvaða atriði eru það sem verða þar helst á döfinni? Ég ætla að ræða við Alþýðusambandið, Samtök verslunar og þjónustu, Neytendastofu, Neytendasamtökin og talsmann neytenda og fleiri aðilar sem að þessu koma. Það er sérstaklega þessi verðlagsmál. Það er mjög deilt aðferðirnar við verðlagseftirlitið og verðlagsrannsóknirnar, meira heldur en að sé verið að ræða niðurstöðurnar og það er í rauninni ekki við að unanda að sé svo deilt aðferðirnar þannig að menn sé að ég fengja niðurstöðurnar þannig að við erum að setja þessi mál niður, leiða þau til lykta því að verðlagsrannsóknirnar skipta mjög miklu máli til að draga það fram hvernig samkeppnin er að virka á smásölumarkaði og þess vegna skipta þau mál mjög miklu og ég ætla að fara mjög grundigt yfir það núna í næstu viku þegar að menn tínast heim á sumarfríum og að vera fundar fært aftur á Íslandi. Verðlag á annarri vöru sem hefur líka verið mikið umræðan er áfengi. Er það eitthvað sem að þú sér fyrir þér að þú muni beita þér eitthvað í að hér verði lægra áfengisverð til dæmis bara svo það verði auðveldara að fá ferðamennin í landið og annað? Sko, álagningin á léttvínu og bjórin á veitingahúsunum er nú töluverð fyrir utan til en opinberu gjöld þannig að það skiptir nú mestu máli að veitingamenn lækki prísana innan hús hjá sér en auðvitað myndi tollalækkun eða vörugjaldalækkun lækka verði líka en við hljótum að vega þetta sama við marga aðra þætti lægra verð, aukið að gengi áfengi meiri neysla. Það hefur miklar afleiðingar, við þurfum að mæta því með öðrum hætti ef þetta verður gert en hitt sem við þurfum að bera þetta saman við það eru forgangsröðun á skatta eða vörugjaldalækkunum eins og opinbera. Ætli það kosti ekki svipað að lækka verulega áfengisskattan og að kostar að afnema stimpilgjöldin. Og stimpilgjöldin eru ofar í forgangsröðun alveg klárlega þannig að með tímanum mun þetta jafna sig og markmiðið á að vera það að verða á áfengi og vera sambærilegt það sem gerist í Evrópu eins og annarri vöru og þjónustu. En áfengi er ekki matvara, áfengi er vímugjafi og við erum að umgangast umræðan og út frá þeim forsendum. Þakka þér kærlega fyrir komuna Björgvin, þú ert Evrópusinnaður viðskiptaráðherra. Ég svo.